sem sagt að vinna að því að skipta út gamalli aðferð, Haber-Bosch aðferðinni til að búa til ammóníak en að gera það á umhverfisvænan hátt, að nýta þá endurnýjanlega orku sem getur komið frá sólinni, vindi eða öðrum stöðum og ég fór með rafmagns og að nota sem sagt rafefnafræði til að sundra vatni og búa til súrefni og síðan að nota prótónur og rafeindirnar til að afóksa nitur í ammóníak. Hvernig við getum sem sagt tekið rafmagnið inn í kerfið og líka einangra ammóníaki þannig að það sé hægt að flytja það á milli og nota það sem rafeldsneyti eða til að búa til áburð. Varðandi svona skrif á umsóknum að þá erum við búin að komast að því að það er rosalega mikilvægt að hver sérfræðingur fyrir sig skrifi hvern part og það skín í gegn í umsóknum ef að rannsóknarmanneskjan skrifar viðskiptamódelið inn í svona umsóknir. Þetta var skemmtilegt ferli þarna, þetta er náttúrulega risa umsókn, 70 blaðsíður eða eitthvað og við tókum marga Zoom-fundi á þessum tíma og þá var skipt verkefnunum vel á milli aðilana. Það fengu allir í fyrirtækinu og í háskólanum sína hluta til að skrifa og svo náttúrulega út í hinum stofnunum í Evrópu. Og verkefnastjórnunarteymið í háskólanum hjálpaði okkur mikið að skrifa kaflana verkefnastjórnun. Við fengum vel COVID eða mörg á meðan vorum að skrifa þetta. Svo var þetta bara skrifað heim í stofu fárveik. Þannig að þetta var mikið fjör. Við tókum þá ákvörðun þegar við vorum að skrifa umsóknina að þá settum við inn í kostnaðarlið sem sagt hálfa stöðu fyrir verkefnastjóra sem er þá ekki vísindalegur verkefnastjóri, heldur passar upp á að öllu sé skilað inn á réttum tíma og þess háttar. Og það er eitthvað sem við höfum ekki séð eftir. Það er virkilega að borga sig að hafa þannig manneskju. Ég held að aðalatriðið í þessu, í heildina alveg frá upphafi til enda, sé að vera bara ótrúlega duglegur að leita til þeirra aðila sem vita aðeins meira maður sjálfur og hafa reynslu og geta hjálpað og vera bara ekkert feimin við það.